Með flotta sendingu hérna, Valdimar Þór reynir að nikka honum á Tarik og Tarik í færi, fer hér niður og Sigurður Hjörtur bendir á punktinn. Víkingar að fá hér vítaspyrnu og Anton Kral færður hér til bókar. Hann 9 marka maður á ferlinum í efstu deild. Viktor Örlygur gegn Guy Smith og hann skorar af öryggi. Guy Smith velur hitthornið og Víkingar taka forystuna hér. Og Helgi Mikael að benda á punktinn hérna. Já, Vals með vítaspyrnu. Það Lukas Logi sem fór þetta á tímabilinu. Hvað gerir Patrik Pedersen? Og hann skorar. Já, Valsmenn komnir yfir. Þetta mantra 24 hjá honum í efstu deild. Hann núna bara 2. Lukas Logi hér. Fína sendingu hérna og þetta lekur í markið. Já, það þarf ekki alltaf að vera. Flott sending hérna á Kristinn Frey. Og Kristinn með flotta sendingu. Hér kemur þriðja markið eða hvað. Það Lukas Logi en Jökull. Í Úlfarsárdal tók Fram á móti KA. Vuk Óskar Dimitrijevic kom fram þar í forystu eftir fína sókn miðjan fyrri hálfleik. En rétt fyrir lok hálfleiksins jafnaði Ásgeir Sigurgeirsson fyrir KA með skoti úr teignum eftir gott spil. Allt stemdi í jafntefli en undir lok leiks tryggði Jóhann Símon Edmundsson gestunum frá Akureyri dramatískan 2-1 sigur og annar sigur KA. Spila út neitt hér. En F-áhengar stíga hratt upp. Marcel Savitóski, hann hefði þurft að vanda þetta betur. Hér Úlfur að koma F-áhengum yfir. Vestmanningar sýnir verstu óvinir. Við þurfa allir að leggja lóð sín á Voga skálanar. Hér kemur Arnar en hann dettur boltan þegar hann var að koma sér í ákjóðslega stuð. Hér Hermann Þór Ragnarsson að jafna metin. Frábærlega tekið skallinn. En ekki hinum megin á vellinum. Sem bolti alla leið inn að vítapunktinum. Dettur inn í teignum og hverjir að ná þessu? Það Sverrir Páll Hjartarsteinn að stela sigrinum fyrir IBV. Í Kópavogi var botlið ÍA í heimsókn hjá meisturum Breiðabliks. Skagamenn komust yfir eftir tæplega hálftíma leik með marki Svíans Eriks Sandberg. 6 mínútum síðar skapaðist svo mikill darraðadans eftir hornspyrnu gestana og Ómar Björn Stefánsson náði að koma boltanum yfir línuna af stuttu færi. Áfram hélt Skaga hraðlestin að valta yfir Blika þegar Viktor Jónsson skoraði eftir vandræðagang í vörn Breiðabliks. Staðan 3-0. Breiðablik fekk hins vegar víti strax í næstu sókn og Tobias Thomsen minnkaði munin af punktinum. Blikar voru hins vegar aldrei líklegir til að minnka munin frekar eftir hlé og þvert á móti voruðu Skagamenn líklegri aðilinn. Ekki hjálpaði það þegar Arnór Gauti Jónsson fekk svo að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt. Eftir fjölmörg færi innsiglaði Gísli Laxdal Unnarsson 4-1 sigur ÍA í leik sem hefði hæglega geta farið 7-1 fyrir Skagamenn sem eru þrátt fyrir stigin 3 áfram á botni deildarinnar.
Vel